gera svona grein fyrir helstu áherslum í fræðslu starfi kirkjunnar eins og það hefur verið síðari ár og svona velta upp líka spurningum hvar við erum stödd og hvort við þurfum að endurskoða það sem við erum að gera. Nú, aðeins stefnuna. Má ég sjá, einhver hér inni sem tóku þátt í þessari stefnumótun á sínum tíma? Það komu 1000 manns allsstaðar að landinu, að þessari vinnu og settu fram sjónarmið styrkleika kirkjunnar, veikleika, tækifæri, ógnanir og líka yrðingar það hvert við ættum að vera stefn. Þetta svona aðeins úr þessari fræðslustefnu. Fræðsla kirkjunnar hefur það markmiði að styrkja hvert og eitt okkar til að öðlast dýpri skilning á kristinni trú og þroskar sem manneskju. Þarna sett fram mjög metnaðarfullt sjónarmið. Þegar sumir vilja ganga svo langt að segja að sóknum og bjóða upp á helgihald, fræðslu til þess að sópa og þáttgæslu og kærleiksþjónustu. Sókn eru félög sem eru stofnuð utan þessi verkefni kristinnar trú. Fræðslustefnan kom svo í kjölfarið, svona nánari útfærsla á þeim megin sjónarmið sem komið fram í þessari heildarstefnu kirkjunnar. Og þegar talað fræðslu, þá það ekki bara eins og sitja á skólabekk og vera að læra þess með boðorðin eða gullnu regluna, heldur að vera að tala í raun barnastarf, sunnudagaskólastarf, starf fyrir aldurshópa 69, 10-12 ára, fermingarstarfið þannig, æskulístarfið þannig, hefðbundin fullorðins fræðsla og þá með áherslu á þekkingaröflun, á það að maður hefur sér færni og upplifun. Þannig við erum að tala þarna sem sagt starf, þetta kirkjulegt starf. Í raunar annar getur sagt heldur en helgihaldið. Og auðvitað þannig að það getur ekki hver og einn sókn á landinu vel bjóða upp á allt. Skipulagið í þessari fræðslustefnu þannig að þar sem sóknirnar eru litlar og kannski ekki standið til. Hugmyndin auðvitað svo að þar sem að sóknirnar eru litlar og óburðugar, að þá sé gefnu boltinum samstarf. Jafnvel prestakallið líka að samstarfið eigi sér stað á prófastsdæmisvísu. Kirkjuþing fyrir 2 árum það vildi að það yrði sett fram einhvers konar trúfræðsluáætlun fyrir 0 til 18 ára. Svo við gerðum það og skiluðum til kirkjuþings í fyrra og ég skal bara láta þetta ganga. Þetta í raun og veru bara verkefnaskrá yfir þau verkefni sem við viljum sjá vera framkvæmd út frá bæði aldurshópum, út frá ólíkum sjónarmiðum. Það kemur auðvitað í ljós að það búið að gera býsna margt og barna- og æskulíðsstarf kirkjunnar víða gríðarlega blómlegt. Margs konar hlutir í gangi, margs konar tilboð og margar nokkuð árangur. En það verður samt að segjast að gæðin auðvitað misjöfn, aðstæður eru misjafnar og eitt sem við höfum líka ennþá glíma við, það ekki allsstaðar í boði starf fyrir börn eða unglinga, sem auðvitað það sem við viljum það sem markmið. Í framhaldi þessu, þá fannst okkur líka gott að það væri til einhvers konar námskrá. Námskrá kirkjunnar leggur líka fram ákveðnar svona uppeldisfræðilegar, kennslufræðilegar áherslur og þetta plagg sem við höfum lagt núna fyrir kirkjuþing. Samið af Gunnar Finnbogasyni sem lektor í Kennaraháskólanum gamla, eða var, og í samvinnu við okkur á fræðslusviðinu. Þetta svona til að setja niður þau sjónarmið sem skal halda í heiðri varðandi kennslu og fræðslu í starfi kirkjunnar, ekki bara með börnum og unglinga, heldur líka í fullorðinsfræðslu. Staðreyndin auðvitað svo að við höfum að tilhneigingu til þess að reyna að draga hvernig nótbútur til þess að sinna þörfum hans betur og svona að auka framboðið af mismunandi þjónustu, mismunandi fræðslu. Og í raun og veru eins og þarna
viljum við byrja með því að hugsa skírnina. Þegar börn eru farin til skírnar, þá heita foreldrarnir því og Guð feðginn að ala það upp í kristinni trú. Það þýðir það. Þetta ekki bara stimplun á nafnið, heldur ala barnið upp í kristinni trú, eða allavega þannig að það getur sjálft valið að hafna þessari trú þeirra sinna og næra. En þetta eru sem sagt helstu hóparnir sem það sem er reynt að brjóta niður verkefni eins nákvæmlega og við höfum vit og getur til. Og svo voru þetta sjónarhornin á það hvað þyrfti að vera innan hvers aldurshóps. Hvað er gerst í starfinu sjálfu? Þurfum við að huga fræðslu og útgáfu í þessum, hvað að segja, 69 ára krakkar? Hver eru tengsl okkar við foreldra barna á þessu aldurspili? Hvað með starfsfólki, hvernig þjálfum, hvernig menntum við starfsfólk kirkjunnar? Samstarf við skóla og stofnanir, það er líka stórmál og þið hafa heyrt af þessu írafári sem hefur orðið í Reykjavík vegna þessa. Við erum búin að vinna býsna mikið í samstarfi við, oftast við skólastjórnendur og skólayfirvöld í Reykjavík. Þetta er ekkert nýtt mál og þar höfum við reynt að leggja þá áherslu að kirkjan, það er skólans að fræða trúarbrögð, kristna trú sem önnur, en þó kannski meira kristna trú vegna stöðu kristninnar í íslensku sögu. Skólan sér að boða trú og lífsviðhorf. Þegar samstarfið verða, þá verða gert á forsendum skólans. Við erum búin að hamra á þessi 5 ár. Samt er eins og fólk sé að halda þið fram ennþá, að við sem að stundi eitthvað erkitrú inn í skólanum. Námskráin er hugsað sem umræðugrundvöllur og hún er ætluð fyrir sóknir, prestakvöld, prófasdæmi sem nokkurs konar viðmið og plagg. Viðmið og gefur boltan með það að sóknir, prestakvöld eða prófasdæmi geta síðan móta sér sína eigin námskrá og áherslu, allt með tilliti til þess hvernig aðstæður eru. Og aðstæður eru þetta gerólíkar, skulum segja í 10.000 manna sóknir í Reykjavík eða í 170 manna sókn á Suðurlandi. Ég segi vitni stundum í Heimi Steinsson, það mæta mann, þjóðgarðsvörð og prest og útvarpsstjóra. Tíma vorum að spjalla og hann sagði, já, það eru 2 Ísland. Þá áttum við að höfuðborgarsvæðið, kannski má segja Akureyrarsvæðið, þegar við partur á því. Og svo er það landsbyggðin. Þessi 2 þjóðfélög eru að verða óbúslega ólíkum margt. Kirkjan í þéttbýlinu, kirkjan í dreifbýlinu eru ólíkar vegna þess að aðstæður eru svo ólíkar. Það er sem stundum talað togstreitu milli kirkjunnar og höfuðborgarsvæðinu og kirkjunnar á landi. Ég held að misskilningur sé sá að menn áttir skjálft á því hvað bara aðstæður geta verið gjörólíkar. Við þurfum alltaf í kirkjulegu starfi, fræðslustarfi sem öðrum, að hafa það í hug.